Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Við höldum áfram að ræða forsetakosningarnar. Hérna í þættinum Synir Egils í gær að þá fór Ólafur Þ. Harðarson með niðurstöður í könnun Maskínu sem að byggðist á því sem að stundum kallað írska aðferðin. Það er þannig að kjósendur fá þá að númera frambjóðendur alveg frá í þessu tilfelli eins og frambúðin eru núna frá 1 upp í 12. Kjósendur þurfa ekki að merkja við alla, geta kannski bara merkt við 1 eða 2 eða 3, en síðan er þetta reiknað með þeim hætti að fyrst er felldur út sá sem að fær fæstu atkvæðin og svo er atkvæðum þeirra skipt, eða atkvæðum hans skipt á milli, þessum auka atkvæðum skipt á milli hinna og svo heldur þetta áfram þangað til að 2 eru eftir eða þurfa ekki að vera 2, það er bara að bíða eftir því að ykkur fari yfir 50% fylgi. Eins og kom fram hjá Ólafi Þ. Harðarsyni að þá bæði í síðustu viku, könnun Maskínu þá og vikunu þar á undan, að þá riðlaðist röðin að Katrín Jakobsdóttir var með mest fylgi í fyrsta vali báðar vikunar en hefði í hvorugu tilfellinu náði að verða forseti ef að írsku aðferðinni hefði verið beitt. Mér finnst þetta merkilegt og hef fengið hingað Þorkel Helgason, starffræðing og helsta sérfræðing í kosningalögum, eða ekki? Áratugur saman. Það er bara þannig. Kosningastarffræði. Kosningastarffræði. Og Þorvaldur Gylfason, verið velkomnir. Takk. Herðu, ástæðan fyrir ég fæ ykkur hérna er að stjórnlagaráð lagði til einhvers konar írska aðferð eða eitthvað. Já, við gerðum það. Sögðum það ekki kannski berum orðum að þetta þurfti að vera írska aðferðin, það er til ýmis afbrigði aðminni. Já. Til dæmis svo aðferð sem lengi hefur verið notuð til kjörs á borgarstjóra, yfirborgarstjóra Lundúna. Já. Og það er það bara að menn velji aðalval og varaval. Það er eiginlega sama á númera 1 og 2 en ekki alla romsuna. Það er venjuleikið þörf á miklu meiru. Að vísu þegar eru 12 kandidatar þá er nú betra að númera svona 4, 5 eða svo. En þessi aðferð var notuð við kjör stjórnlaga ráðsins eða stjórnlaga þingsins eins og það gett áður en það var dæmt og leik. Það val á stjórnlaga þinginu því að hitt var náttúrulega bara valið eftir niðurstöðunni. Með sömu aðferð. Já. Og þá var nú alls konar misskilningur í gangi eins og það þyrfti að raða 25 og þar var til þess að margir runnu á rassinn með það að yfirleitt að kjósa, bara hræðslu við þeir myndu aldrei geta raða 25 en þar nægði að raða eitthvað 5, 6 eða svo. Þannig að þetta er ekkert flókin aðferð en þykir mörgum mun betri heldur en svo aðferð að merkja bara með einum krossi. En á hverju er hún betri? Já, hún skýrir þá betur vilja kjósenda. Það eru, ég get vitnaði í fund sem var haldinn fyrir eitthvað 10 árum með svona 20 helstu fræðingum á þessu sviði. Niðurstaðan að þessu er í bók sem ég á. Og þeir fóru yfir hennar ýmsu aðferði. Það eru til tugir aðferði til að gera upp svona kosningar. Og þeir röðuðu þeim eftir gæðum og neðst var aðferðin að nota bara 1 kross. Sem er íslenska aðferðin. Íslenska aðferðin. Og sem er eiginlega ekki notuð í Evrópu. Algengast er að kalla eftir annarri kosningu. Önnur umferð. En bæði er að það kostar sinn skilding fyrir frambjóðendur og þjóðfélagið að hafa það og mér er líka til efs að það sé betra. Vegna þess að þá að milli kosninga þá geta menn farið í alls konar hrossakaup. Ég skal biðja mína menn að styðja þig, altså mína menn ef að ég er ekki með í leiknum í annar umferð. Eins og einhver dæmi til dæmis í Frakklandi. Í Frakklandi til dæmis. Ef þú tekur svolítið upp að mínu málstæði. Þetta geta menn náttúrulega ekki ef að önnur umferð er þegar á kjördag því enginn játar fyrirfram að hann muni tapa. En það er svo sem til ýmsar aðrar aðferðir og ég held að menn ættu nú að huga að þessu
næst þegar kosningalög verða almennlega endurskoðað. Kannski ekki síst með við hvernig staðan til dæmis í skoðanakonum í dag, ef við tökum til dæmis prósent frá því í morgunblaðinu og segjum að það verður bara niðurstaðan, að þá værum við með forseta með 22% atkvæða. Sem skelfileg tilhugsun að nýr forseti taki við embætti upp á þau býti að 78% kjósenda hafi ekki ljáð honum eða henni atkvæði sitt. Galdurinn við þessa aðferð sem að Þorkell að lýsa og venjulega kennd við raðval af því að menn raða frambjóðendum, hann sá að þannig lágmarkaður fjöldi dauðra atkvæða. Atkvæða sem eru greidd í góðri trú en hafa engin áhrif á niðurstöðuna. Og það sem að gerast hér það að frambjóðandi sem að kannski 15 kjósenda eða svo vill hafa í sem fyrsta val myndi lenda mjög neðarlega í röð margra annara kjósenda og ætti þess vegna samkvæmt írsku aðferðinni, þar sé í raðvali, ekki kost á öðru en að lenda í miðjum hlíðum. Og það þess vegna óþægileg tilhugsun finnst mér að standa frammi fyrir enn einum forsetakosningum með úrelt stjórnarskrár ákvæði sem leggur svona mörg atkvæði dauð að velli og þetta sérstaklega sársaukafullt vegna þess að nýja stjórnarskráin sem Alþingi hefur haldið á ís allar götur frá því að hún fékk það afhent frá stjórnlagaráði tekur á þessum vanda með því að mæla fyrir að enginn geti náð kjöri sem forseti Íslands nema hann hafi meirihluta atkvæða að baki sér og greiðasta leiðin að því marki einmitt raðval þar sem ein umferð dugir og það hefur þá kosti sem Þorkell var að lýsa. Þetta ekki bara í nýju stjórnarskránni, heldur þetta líka í frumvarpi sem að Katrín Jakobsdóttir lagði fram til þings breytingar, þar sem að var meðal annars eru breytingar á forsetakaflanum og þar segir að sá sem flest færi atkvæði með forgangsröðunar aðferð, fleiri en einn í kjöri, rétt kjöri forseti. Þannig hún gerir ráð fyrir því, Katrín Jakobsdóttir, sem nú í frambáði, að þetta sé reglan til þess að tryggja líklega annars vegar að atkvæði falli ekki dauð en líklega til þess að tryggja það að sá fái kjör sem að flestum líkar við og það svo bara við höfum með gott dæmi með í kosningu núna sem akkurat Katrín Jakobsdóttir sem hefur kannski mesta fylgið í fyrsta val en það svo margir hinna sem að vildu síst af öllu fá hana. Ég fagna því að hún skulle hafa lagt þetta til að fyrirmynd okkar í stjórnlagaráði. Það gott. Mér að taka upp þráðin með dauðatkvæði. Nú það svo að það 5% þröskuldur til að fá jöfnunarsæti á Íslandi og álíka þröskuldur víða, til dæmis í Þýskalandi. Við sósetta þekkjum þetta vel. Við varum með þingmenn í öllum þingum Norðurlandana í Færeyjum og Grænlandi út af það fylgi sem við fengum í síðustu kosningum en ekki á Íslandi. Nei, en í Þýskalandi ekki heldur og það var mjög sláandi kosningum þar 2013 sem var og það var kosningar á Íslandi á sama tíma. Þá duttu niður 10-11% atkvæði dauð á Íslandi, 13% í Þýskalandi og þá hófstu mikil umræða þar að leyfa varaval eða annað val eða þriðja. Þannig að þeir sem að kusu að fyrsta vali einhvern flokk sem að lentu undir 5% gátu þá fært atkvæði sitt eða látið færa atkvæði sitt til einhver sinna flokkana. Ef ég má bæta smá gamansögu, Dodson sem að Lewis Carroll sem að samti ævintýri hvað heitir hann aftur? Lísa í Undralandi. Hann skrifaði kosningafræði mál, mjög skemmtilega ritgerðir. Hann var dálítið sérviskulega aðferð varðandi færanlega atkvæði. Hann lagði til að sá sem að fellur út, hann ráði því sjálfur hvert atkvæðin séu færð. Hann sé kallaður til kjörstjórnar við talningu og sagt hvert vilt þú að atkvæðið þitt fari. Þetta finnst mér nú ekki lýðræðislega aðferð en skemmtileg. En þetta ekki raunverulega praktíserað í forvali í Bandaríkjunum
að það gerist þegar það er svona naumt á mununum að sá sem að dregur frambóðslega tilbaka á þinginu, hann getur einhvern veginn ráðstafað sínu atkvæðum, að hann hefur að vera raunverulega í sögunni. Orðið mikið, það eru aldrei hrossakaupin til þess að fá atkvæðin. Já, ég held að þetta sé rétt. Já. Herðu, en að því að maskína líklega vegna þess að bæði Katrín lagði þetta til og svo er þetta líka einhver leiti vísað í þetta í tillögum stjórnlaga ráðs, að þá gerðu þau svona könnun og fengu þáttakendur til þess að merkja upp í 12. Og það sem að það er ekki mikla hreyfingar að þeirra er að detta út 6 fyrstu og ekki heldur þeirra Arnar Þór Jónsson, hann er þá 7. Sem dettur út? Já, svo 7. sem dettur út. Já. En það má samt merkja það að Katrín sem að leiðir í fyrsta vali, að hún hækkar minna heldur en aðrir og svo heldur þetta áfram koll að kolli og næst dettur Jón Gnarr út og síðan dettur Halla Hrund í síðustu viku, hún mælist reyndar öðruvísi núna í þessari viku. Og þá gerist það í fyrsta skipti að Katrín leiðir ekki, heldur er hún í sko 3. sæti. Þau eru með eiginlega svo til nákvæmlega jafn mikið fylgi Baldur og Halla Tómasar, en Katrín Jakobsdóttir er með 31%, hinn eru með 34,5%. Og þá dettur hún út og við það þá næri Halla Tómasdóttir að sigra Baldur með eiginlega engum mun, 51-49. Sem er langt fyrir innan alla tölfræðilega skekkju, þannig að þetta væri, þannig að hún fer ekki í einvígi þarna síðast, vegna þess að það bæti svo lítið á hana á leiðinni, vegna þess að annað val og 3., 4. og 5. val þeirra sem að kusu aðra fer svo lítið til Katrínar. Þessi túlkun þín hljómar mjög sennilega í mínum eyrum. Þetta er nákvæmlega það sem að ég hefði átt von á að sjá meðan við þar skoðanakannanir sem hafa verið birtar og þeim mun hryggilegra finnst mér að við skulum sitja uppi með úrelt kosninga ákvæði sem að gefur alltaf aðra niðurstöðu heldur en þetta sem þú ert að lýsa frá maskínu. Mér langar nú samt að benda á að þetta er náttúrulega ekki með 1000 manna úrtak og þegar búið er að sundurlíða það eftir frambjóðendunum 12 þá eru náttúrulega vikmörkin mjög stór. Þannig að ég myndi nú ekki kaupa þetta ekki upp á gram. Það er sömuleyti hins og endurspeglar þetta það sem við vitum. Við vitum að þegar fólk er spurt hvernig þú síst sem forseta, þá er það 42% sem að velja Katrínu, síst var það. Og við sjáum þetta svona, það er líka búið að vera könnun þar sem var spurt fyrst og annað val og þá nær hún ekki að vera í efsta sæti þegar annað valið er tekið með. Það er svo lítið af öðru vali sem hún fær. Þetta er svo bara 12% af heildinni sem völdu hana sem annan kost. Þannig að, og svo eins og má sjá hvað þetta er kvikt, sko, eins og þú ert kannski að benda á, að ef maður skoðar sko sambærilegar könnun sem að var viku áður, það sem að voru svolítið önnur styrkleiki á milli kjördæmanna, á milli frambjóðandana, að þá eru í þriðja valinu að þá er Halla Hrund og Katrín Jakobsdóttir hnífjafnað með rétt tæplega 35% og Baldur með 30% og hann fellur úr. En við það að 30% Baldurs skiptast, þau eru eiginlega með 35% jafnar, Halla Hrund og Katrín, að þá endar hann með því að Halla Hrund vinnur með 56 á móti 44 sem að þýði það að innan við þriðjungur af kjósendur Baldurs eru með atkvæði sem færast yfir á Katrínu en yfir 2/3 fara yfir á Halla Hrund. Þetta hljóma mjög sennilega í mínum eyrum líka. Mér persónulega finnst mjög gaman að fá þessar tölur og skoða þær af því ég er að dunda mig við að skrifa bók þessi fræði en samt vil ég nú leggja áherslu á það. Þetta er ekki kerfi sem við erum að kjósa eftir núna, heldur við erum að kjósa með einum krossi þannig að við megum sem kjósendur ekki leggja ómikið út af þessu stigi máls. En líklega er ólíklegt að við getum tekið sko eldri forstakjör það sem að munurinn á þessum tveimur kerfum kæmi skýrar í ljós heldur en akkurat núna. Það er út af því að bara Katrín Jakobsdóttir er ótrúlega umdeildur frambjóðandi
sem að við höfum kannski bara ekki séð og Ólafur Ragnar var öllu líkjum ekki svona umdeildur. Hann tók sér hlé milli stjórnmálaferilsins og forsetaframboðsins. Og kom inn í fyrstu mælingum með held ég 61 eða 62% fylgi í fyrstu könnunum. Já. Þannig að... Já, ég tek ofan fyrir maskínu að þau skuli hafa lagt í þessa könnun. Því þetta eru mjög verðmætar upplýsingar. Kjósendur eiga varla kost á neinu verðmætar að veganest inn í kjörklefan. Heldur en vitneskjunu það að sá frambjóðandi sem í fyrsta sæti í mörgum skoðanakönnunum, hann lendir í miðjum líðum ef gjörið væri eftir þeim tillögum sem kjósendur samþyktu í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012, að ég tala nú ekki að það eru líka eins og þú bentir á í samræmi við þær tillögur sem fyrrverandi forsetaráðherra lagði fram sjálf breytingar á forsetakjörs ákvæðinu. Það er svo kostulegt að það er hún sem að myndi eiginlega falla á þeim tillögum samkvæmt þessu, ef þetta er viðurstygging. Þetta er makalust. En ég heyri á þér að þér finnst það sem að ískaðferðin gerir, þér finnst það að vera réttlátari í niðurstöðu. Já. Réttlátari vegna þess að hún speglar vilja kjósenda betur. Þetta snýst ég orðið að meðföldum hætti, að halda fjölda dauðra atkvæða sem við köllum þau í lágmarki. Það er að segja þetta felst í því að reyna að hámarka þau áhrif sem kjósandinn hver og einn, þar sem hver hefur eitt atkvæði, hefur á niðurstöðuna. Og við erum fjarri því í núverandi skipan. Við stöndum frammi fyrir hættun og því að 15 atkvæða jafnvel enn minna dugi til þess að ná sigri í þessum kosningum, sem gríðarleg vanvirðing við þá 3/4 hlutu kjósenda sem að vilja aðra niðurstöðu. Þá segja sumir, já, ef við höfum notað þína aðferð, þá hefði við ekki fengið Vigdísi. Þá hefði Guðlaugur líklega orðið forsetið 1980. Þá bara verður svo að vera. En þá segja menn á móti, þá hefði við ekki fengið Mary Robinson heldur sem forseti Írlands, því að hún vann raunverulega kosningarnar á þessu, hún var ekki efst í fyrstu umferð, eða hvaða orða. Herðu, Þorkell og Þorvaldur, gaman að fá okkur hingað og spjalla þetta. Það er svolítið hvað ef bælingar. Takk fyrir boðið. En ég sitt hérna áfram og fjalla frekar forsetakosningarnar hérna í framhaldinu, en fyrst er annar gamli. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár.